Sem kerti. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Við kveðjum í dag og við kveðjum í kærleika og þökk Árna Halldórsson og ætla ég hér í upphafi athafnarinnar og flytja ykkur þær kveðjur sem að mér hafa borist. Sigríður Lára, dóttir Árna, bað mig að skila kveðju frá dóttur sinni, Hlött Halldórsdóttur, barnabarni Árna sem er búsett í Sviss, sendir fjölskyldu sinni hjartahlýjar kveðjur. Hjördís, dóttir Maríu, bað mig að skila góðri kveðju frá dóttur sinni Birnu Halldórsdóttur Jensen, sem stödd er í Lýðháskóla í Árósum. Salbjörg og Friðgeir, vinafólk Árna og Maríu, geta því miður ekki verið hér í dag, en frá þeim berast innilegar samúðarkveðjur. Mig langar að geta þess að fjölskyldan er þeim Salbjörgu og Friðgeiri ákaflega þakklát fyrir tryggðina, hlýjuna og allar heimsóknirnar. Innilegar samúðarkveðjur bárust frá Fisk Seafood og starfsfólki fyrirtækisins sem að þakkar fyrir áralangt samstarf. Árdís, Bogga, Unnur og Alli senda innilegar samúðarkveðjur sínar
Að lokum berast frá bræðrum Árna í frímúrarareglunni fjölskyldu og vinum innilegar samúðarkveðjur. Þeir minnast Árna með virðingu og þakklæti fyrir þátttöku hans og störf innan reglunar og standa hér heiðursvörð látinn bróður. Erfidrykkjan verður í samkomuhúsinu og eru allir viðstaddir velkomnir þangað að athöfninni lokinni. Við skulum stíga nú inn í helga stund, þar sem við signum okkur og segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Já, almáttugir miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og að treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Amen. Hver alda rísa mígur jafnan skjótt, hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt og fljótt. En þó að augnablikið aldrei fyllir stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að tár sem þerra burt aldrei nær að þerra grunn. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt innsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Frá hans löngu glímu aftur snýr, því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt innsta væri það, í morgni eftir orðinn dag. Líktu
Þórður Davíðsson ritar: Orð predikarans, sonar Davíðs konungs í Jerúsalem: Aumasti hégómi, segir predikarinn. Aumasti hégómi, allt er hégómi. Hvaða gagn hefur maðurinn af öllu erfiði sínu sem hann streitist við undir sólinni? Ein kynslóð fer, önnur kemur, en jörðin stendur að eilífu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Apostolinn Páll segir í bréfi sínu til Kórintumanna: Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nú sjáum vér, svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, þá munum vér sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjörþekkja eins og ég er sjálfur gjörþekktur orðinn. En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
þessi mannkind Ég peð í þessu tafli eins og þú Stundum erfitt að finna von og trú Ljósið sem nú lýsir augum þínum nú Ljómar eins og sólin eftir svarta skúr Og þú sérð í gegnum sál mér eins og gler Það sést vel hvað ég ástfangin af þér Elska þig, já elska þig Alveg sama hvernig lífið leikur mig Ég finna skýra þér í skýin hvernig fer Að ást mín hafi alltaf verið ætluð þér Sterk í hjartanu á mér Ljósið sem nú lýsir augum þínum úr Ljómar eins og sólin eftir svarta skúr Og þú sérð í gegnum sál mér eins og gler Því það sést vel hvað ég ástfangin af þér Elska þig Ást mín hafi alltaf verið ætluð þér Kæru vinir, ég vil biðja þá sem það geta að rísa á fætur meðan við hlýðum á heilagt guðspjall sem hljóðar svo. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Á stund sem þessari, þegar við komum saman til þess að kveðja ástvin, vakna gjarnar spurningar lífið sjálft. Til hvers lifum við? Hvað stendur eftir þegar starfsdeginum lýkur? Þegar krafturinn dvínar og það sem við gátum áður gengið aðeins sem vísu hverfur úr höndum okkar og lifir aðeins áfram í minningunni. Myndin sem predikarinn dregur upp þegar hann fæst við þessar spurningar dökk. Hann talar af mikilli hreinskilni lífið undir sólinni. Aumasti hégómi, segir hann, allt hégómi. Hann horfir á erfiði mannsins, á kynslóðirnar sem koma og fara og spyr hvaða gagn maðurinn hafi af öllu erfiði sínu. Hvað verður verk mannsins, kraftinn, dagana, allt það sem hann lagði í lífið. Lífið dýrmætt og samt rennur það úr greipum okkar. Guð skilur okkur ekki eftir við þessa dökku mynd. Páll postuli talar það sem varir þegar svo margt annað líður undir lok. Nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, segir hann, en þeirra kærleikurinn mestur. Hann talar líka það að nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, og nú þekking okkar í mólum. Við sjáum ekki alla myndina. Við skiljum ekki allt sem að lífið færir okkur og allra síst skiljum við til fulls veikindi, hnignun og dauða. En Páll horfir lengra. Hann horfir til þess dags þegar að það sem nú í mólum verður heilt hjá Guði. Þegar við sjáum augliti til auglitis og þekkjum eins og við sjálf gjörþekkt. Þar opnast vonin. Og sú von verður skýr í orðum Krists sem segir hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Hann ljósið sem skín inn í myrkrið, vegurinn, sannleikurinn og lífið. Í því ljósi kveðjum við Árna í dag. Við horfum yfir ævi hans með þökk fyrir það sem honum var gefið, fyrir það sem hann fékk að miðla öðrum og fyrir þann kærleika sem hann birtist í lífi hans. Árni Halldórsson fæddist í Grundarfirði 22. janúar árið 1952 á Grundargötu 33 í húsinu sem síðar varð gamla lögreglustöðin. Foreldrar hans voru Kristín Árnadóttir og Halldór Sigurjónsson, útgerðarmaður og skipstjóri. Eldri bróðir Árna Sigurjón og yngri systkini hans þau Björg, Bára og Halldór Kristinn. Árni ólst upp í Grundarfirði við gott atlæti góðra foreldra og fallegu heimili. Gekk í barnaskólann í Eyrarsveit og síðar í gagnfræðaskólann í Stykkishólmi. Hann fór snemma að vinna og aðeins 14 ára gamall. Hann var ráðið sig á trilluna Svölu hjá Pétri Kohn. Þegar Árni var tvítugt lá leið hans í Vélskólann í Vestmannaeyjum og síðar í Vélskólann í Reykjavík. Þar fékk hann góða undirstöðu fyrir ævistarfið enda léku vélar og tæki alla tíð í höndunum á honum. Árni var til sjós á ýmsum bátum og skipum og vann sem vélstjóri, kafari og viðgerðarmaður. Síðar stofnaði hann kælivélaverkstæði, vann sem vélstjóri í hraðfrystihúsi Grundarfjarðar, síðar Fisk, og tók síðan við sem rekstrarstjóri. Hann kom að verkefnum víða erlendis,
meðal annars í Kanada, Írlandi, Kasakstan og Nýfundnalandi. Þá sá hann vínbúðina í Grundarfirði árabil og tók þátt í félags- og samfélagsstörfum, meðal annars í Lions, bæjarmálum, slökkviliðinu og frímúrarareglunni. Loks má geta þess að Árni rak langt skeið blóma- og gjafavöruverslun með eiginkonu sinni, þar sem að blómaskreytingakunnáttan kom að góðum nótum við að búa til brúðarvendi fyrir 2 af dætrunum. Útsjónarsemi Árna og verkvit birtust vel á siglingu á pólstjörnunni til Bretlands eitt sinn. Þeir lentu þá í brjálu og veðri og hurðirnar á göngunum voru svo óþéttar að þær tóku inn á sig sjó. Þá gerði Árni það sem þurfti að gera og rafsauð hurðirnar fastar til að forða mönnum frá skaða. Árni var maður sem hélt ró sinni þegar mikið lá við, kunni til verka og leysti vandann. Við Íslendingar höfum lengi kunnað að meta dugnað. Störfin okkar verða gjarnan stór hluti af sjálfsmynd okkar og oft eitt af fyrsta sem kemur upp í hugan þegar við hugsum til fólks. Hjá Árna vantaði sannarlega ekkert upp á dugnaðinn. Starfsævin var fjölbreytt og farsæl og víða var leitað til hans vegna þess sem hann kunni. Starfsævin gefur þó aðeins hluta myndarinnar. Hún segir okkur margt dugnað, hæfileika, ábyrgð og hvernig maður tekst á við þau verkefni sem lífið leggur fyrir hann. Hjá Árna sjáum við mann sem hafði verkvit, rósemi og vilja til að leysa það sem þurfti að leysa. Það sem honum var gefið var öðrum til gagns. Þessi mynd af Árna kemur líka skemmtilega fram í léttum vísum sem ortar voru til hans á fertugsafmælinu. Þar birtist maður sem var stöðugt á ferðinni, kallaður í verkefni að sinna kælikerfum, símtölum, félagsstörfum og öðru sem þurfti að leysa. Vísurnar eru gamansamar en þær minna á það sem margir þekktu. Þegar eitthvað þurfti að laga eða kom í verk var alltaf gott að leita til Árna. Árni var sérstaklega myndalegur maður og á yngri árum voru þar fjölmargar dömurnar sem sóttust eftir athygli hans. Til dæmis sagði Björg bara mér frá því að einu sinni sá hún nafn bróður síns skrifað á strigaskó hjá stúlku þar sem hún var stödd á íþróttamóti þar sem að bara var að keppa. En svo sá Árni Maríu Gunnarsdóttur á rölti á Grundargötunni. Hann keyrði þá marga hringi á Volkswagen bíl sínum til þess að sjá hana aðeins betur. Hann bauð henni á rúntinn og þar hófst samfylgd sem átti eftir að móta líf þeirra beggja. Þau trúlofuðu sig árið 1972 á Setbergsbökkum. María vildi af því tilefni að þau færu í kirkju, en sú ferð var minnisstæð. Bíllinn sem þau voru í rann í hálku fram af bökkunum og það var mikil mildi að þau skyldi ekki slasast. Presturinn í Setbergskirkju hljóp til og þegar hann sá að betur fór en á horfðist var honum á orði að fall væri fararheill. Þau gengu síðan í hjónaband í Langholtskirkju árið 1973. Árni og María eignuðu saman 2 börn, Kristínu Björgu fædda árið 1974 og Gunnar Má fæddan 1984. Fyrir átti Árni dótturina Sigríði Láru fædda árið 1972, en María eignaðist áður en leiðir hennar og Árna lágu saman dótturina Hjördísi Davíðsdóttur fædda árið 1970. Eins og gengur að gerist hefur fjölskyldan síðan farið smám saman vaxandi með tengdabörnum, barnabörnum og barnabarnabörnum. Lítill sonarsonur Árna jafnframt nafni hans
og það þótti Árna sannarlega vænt um. Árið 1980 fór Árni ásamt þeim Maríu og Kristínu Björgu til Grænhöfðaeyja, þar sem hann vann að þróunarverkefni. Verkefnið fólst í því að kortleggja fiskislóðir og að kenna heimamönnum veiðar og vinnslu. Þetta var mikið ævintýri í aðstæðum sem voru stundum bæði frumstæðar og erfiðar. Svo þekking á sjómennsku, veiðum og vélum sem Árni gat miðlað áfram var mikilvægt framlag hans til fólksins þar og bætti hag þess verulega. Það er einstök blessun að fá að sjá starfsett koma öðrum svo greinilega til góða. Blessun sem Árni fékk að reyna þarna á Grænhöfðaeyju. Hjónaband Árna og Maríu mótaðist af trausti, samvinnu, virðingu og ást. Ef annað þeirra var að bogna í lífsins ólgusjó, þá stóð hitt alltaf eins og klettur. Þau stóðu saman í verkefnum, ferðalögum, fjölskyldulífi, vinnu og því sem lífið færði þeim í fang. María studdi hann í því sem hann tók sig fyrir hendur og Árni sýndi kærleika sinn á þann hátt sem honum var eðlilegur, með nærveru, trúmennsku og í verki. Umhyggja Árna birtist oft fremur í því sem hann gerði en því sem hann sagði, því hann var ekki alltaf maður margra orða. Hann lagfærði þar sem bílað var, keyrði, beið, hvatti, fylgdist með og var til staðar. Margar litlar minningar geyma þessa mynd. Bíll sem var bónaður áður en eigandinn vaknaði, ljós eða myndir sem þurfti að setja upp, garður sem var sleginn, ferð suður til Reykjavíkur með unga menn á tónleika, jólatré sem sótt var suður og valið að vandvirkni, ópal í bílnum, hómblest, súkkulaði eða ís í fristinum og aðstóði stærðfræði þegar á þurfti að halda. Allt voru þetta birtingarmyndir kærleikans í svona daglegu hversdags lífi. Veiðin átti stóran sess í lífi Árna og Hraunsfjörður var honum sérstaklega kær og þar urðu til margar góðar minningar. Í veiðinni birtust bæði þolinmæði hans og gleði og stundum líka ákefðin þegar að næsta kast beið. Það er auðvelt að brosa að sögunni af sjóðheitu kakóið með smá Baileys úti. Þá stóðu aðrir og blésu á bollana sína til að kæla kakóið. En Árni tók sinn bolla, drakk hann nánast í einu teg og var farinn að kasta áður en hinn höfðu náð að fá sér sopa. Næsta kast mátti ekki bíða og lengi. Síðustu árin voru eins og margir vita Árna og fjölskyldu hans ekki auðveld. Erfið veikindi tóku smám saman margt frá honum og þrengdu að líf hans. María var stoð hans og stytta í gegnum þennan tíma og annaðist hann af mikilli umhyggju. Árni lést þann 8. júní síðastliðinn. Í dag kveðjum við Árna Halldórsson, mann sem var mörgum kær og skilur eftir sig minningar sem munu lifa áfram. Við þökkum fyrir ævi hans, þökkum fyrir hjónaband hans og Maríu, fyrir fjölskyldu hans, fyrir sögurnar og allt það góða sem Guð gaf í gegnum hann. Þegar við kveðjum Árna í dag, gerum við það með þökk og söknuði. Við þökkum fyrir það sem hann fékk að vera sínum, fyrir það sem hann vann, miðlaði og gaf af sér. En við finnum líka sárt þess að lífið undir sólinni er brothætt. Við sjáum í ráðgátu, þekking okkar er í molum. Við skiljum
ekki allt það sem að lífið færir okkur. Þá minnir Páll postil okkur á það sem varir þegar svo margt annað líður undir lok. Trú, von og kærleika. Trúin eins og segir í Hebreabréfinu, fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Hún tekur Guð á orðinu. Vonin bíður þess dags þegar það sem nú í molum verður heilt og við sjáum augliti til auglitis. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Og þess vegna það svo dýrmætt að Kristur talar inn í sorgina með skýru fyrirheiti. Hjarta yðar skelfist ekki, trúir á Guð og trúið á mig. Hann bendur okkur á að hús föðurins og staðinn sem hann býr sínum, hann segir, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þar vonin á þessari kveðjustund. Hún hvílir á Kristi sem að þekkir okkur til fulls, sem gekk sjálfur inn í dauðan og reis upp til lífsins. Í honum verður það heilt sem nú í molum. Í honum sjáum við ekki lengur í skuggsjá, heldur augliti til auglitis. Við felum árna í hendur Guðs og biðjum að friður Krists huggi Maríu, Kristínu Björgu, Gunnar Má, Sigríði Láru, Hjördísi, Kristínu móður hans, systkini fjölskyldu og vini. Megi trú, von og kærleikur varðveita þau í sorginni og ljós Krists lýsa þeim veginn áfram. Við árna segjum við, far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Guð blessi Árna Halldórsson og Guð blessi ykkur öll. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi og verða mun aldir alda. Amen.
Biðjum. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem að þú hefur fyrirbúið í auðsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjunum og til vegsemdarlýð þínum Ísrael. Já, algóði Faðir, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem að þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Lítið ná til Árna Halldórssonar sem að þú hefur kallað til hvíldar þinnar, ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða, varveit oss í trúnni á þig, að vér megum ásamt þeim sem að þú hefur endurlist, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Allar bænir voru að felu vér í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þó oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Kæru vinir, rísum á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen.
Guðs fáráðöndin sættist Guð sinn við. Þú ljós sem ávallt lýsa viðir mér, þú logar enn. Í gegnum bárur brim og voðaskel, nú birtir senn. Og lifin aftur andans fögru dyr, og engla þá sem barn ég þekkti fyrr. Kæru kirkjugestir, við höfum þetta nú þannig að kista Árna verður borin hingað fram eða út þar sem hún fær að hvíla á búkum og hægt að kveðja eða signa yfir eða gengið út. Inn í kirkjugarðinn fer nánasta fjölskylda en ég bendi öðrum á að fara bara beint inn í samkomahúsið og í erfidrykkjuna. En ég bið ykkur að taka við blessun Drottins og ég segi: Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefur þér frið. Nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drotti vort Jesú Krist. Amen.
certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, where I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and it's my way. I've lived, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I